Já, þú mátt haga þessu eins og þú vilt, sko. Bara sýta það sem ég er. Já, bara þarna, sko. Já, Sigmundur. Hvernig líður okkur? Hvernig erum við? Alveg þokkalegur. Er það ekki? Jú. Glæsilegt. Hérna, þú varst rosalegur í Silfurinn í gær. Það var allir vinstrimennin alveg brjálaður út í það hvernig þú varst að haga þér. Já, kemur ekki orð, ekki fyrst skipti. Ég hef upplifað þetta áður. Eiginlega bara frá því ég byrjaði. En mér er mikið niðri fyrir út af því sem að er framundan og kannski markast að einhverju leiti af því að vera búin að ganga í gegnum þetta áður. Sama leikrit með sömu frösunum og sama bullinu og það hefur reynst ekki skipta neinu einasta máli hvað kemur í ljós og frá hverjum. Hvort Evrópusambandið útlistar hlutina sjálft, annarkvort persónlega á blaðamannafundum, í skrifum á heimasíðu sína, í reglum sambandsins, í sáttmálum sambandsins eða bara í fyrirliggjandi niðurstöðum forsendur Evrópusambandsins gagnvart þeim viðræðum sem er að verða að reyna að endurvekja núna. Þetta virðist ekki skipta neinu máli og þess vegna finnst mér þetta að vera mjög lýsandi fyrir sem ég lýsti nú í grein áður en þetta fór allt saman að stað. Hversu alls ráðandi umbúðapólitíkin er orðin á Íslandi. Það er með öðrum orðum hægt að stjórna að einhverju leiti algjörlegum tengslum við raunveruleikann og hvað snýr upp og niður og hvað er svart og hvað er hvít. Það er bara búin til einhver veruleiki og leitast við að stjórna út frá honum. En ég hef samt ennþá fulla trú á því að Íslendingar láta ekki blekka sig nú frekar en fyrir daginn. Nei. Þegar hólminn er komið. Þetta er að verða mjög áhugavert, sko. Ég eins og segi, ég hef svona aldrei verið eitthvað harður andstæðingur en í dag þá þykir mér þetta bara vera svo ævintýralega vond hugmynd að ég einhvern veginn get ekki séð fyrir að þetta sé jákvætt skref og þá er ég aðalega að vísa í Draghi-skýrsluna. Þú hefur nú gert henni mjög góð skil. Já, takk fyrir það. Ég hef gagnað því að hlusta á þann þá, trátt fyrir að hafa lesið heilmikið um hana. Já, takk fyrir það. Ég mæli með honum fyrir þá sem eru áhersamur Já, akkurat. Hvað er rétt og rangt í þessu öllu? Ég var einmitt að gefa út þátt númer 2 núna opinberlega og mun svo gefa það út næstu daga. En ég einhvern veginn út af því að svo fær maður að heyra eins og undanfarið að þetta sé nú bara ein skýrsla, sko, eina mörgum og Evrópusambandið gerir fullt af skýrslum. Og ég segi alltaf, hún er nú ekki bara minna mikilvæg það en Evrópusambandið sko, tekur ekki skref í átt að neinu í sjálfu sér öðruvísi en að það sé vísa til þeirra skýrslu, sko. Já, en það kemur hún úr innsta kjarna frá miklum samruna sinna sem að Draghi er. Þannig að Evrópusambandið getur ekki annað en horfst í augu við þetta eða minnst að kosti látið eins og það gerir það. Því að það hefur verið að færast úr einni krísun í aðra núna í mörg ár og er að dragast aftur úr á flestum sviðum gagnvart Bandaríkjunum auðvitað en líka gagnvart nýju veldunum, Kína og öðrum. Og það er nú ein ástæðan fyrir því að mér finnst þetta allt svona fráleitt að við hérna á Íslandi sem að erum búin að ná ótrúlegum árangri sem við gætum verið að byggja ofan á núna skulum ætla að hugsanlega að láta draga okkur inn í þetta hnignunar bandalag sem að Evrópusambandið er. Nokkrum árum eftir að við erum búin að sanna svo munaði hversu miklu máli fullveldið skipti í þessum stóru málum eins og Icesave-deilinu og alveg sérstaklega í uppgjörunu á hrunnu slitabúin. Það hefði ekki getað gert nema bara því að við vorum sjálfstæð þjóð og ég gat sagt við Evrópumennina sem að koma að hóta okkur þetta er kannski ykkar skoðun á því að svona séu Evrópureglur og að við ættum að fylgja þeim en við erum ekki undir þessar reglur seldir Íslendingar og við getum breytt okkar lögum á þann hátt að það tryggi okkar stöðu og okkar hagsmuni. Það var það sem gerði úrslitin með þetta að við höfðum þann rétt en með inngöngu í Evrópusambandið og þetta er nú eitt af því fáa sem er allavega óumdeilt þá gefur land eftir æðsta vald á sviði löggjafar, framkvæmdavalds, dómsvalds og utanríkisstefnu. Og ég skil ekki þessa miklu umræðu og þann mikla tíma sem hefur farið í vangaveltur það. Hvort við verðum ekki bara að kíkja í pakkan, sjá
hvort það sé í boði einhverjar sérlausnir í sjávarútvegi, jafnvel. Af hverju? Af hverju þegar við ráðum þessum málum nú þegar sjálf? Af hverju að fara í margra ára viðræður við Evrópusambandið sem að allt kerfi hérna, stofnanirnar allar hérna verða uppteknar af þessu og engu öðru, ríkisstjórnin verður upptekin af þessu og engu öðru, Þorgerður Katrín verður nokkuð svona allsráðandi á Íslandi í næstu árin og samfélagið verður klofið í endalausum deilum Evrópusambandið. Til þess eins að sjá hvort hugsanlega fáist einhver undanþága til að halda eftir einhverju af því sem við ráðum nú þegar sjálf. Þannig að fáist þess undanþága, þá getum við gefið eftir æðsta vald Íslands í löggjöf, framkvæmdavaldi, dómsvaldi og utanríkismálum. Dæmið bara gengur ekki upp. En það er líka ástæða fyrir því að það er sett fram með svona villandi hætti eins og raunin er. Og já, maður má ekki láta að pirra sig of mikið, menn segja það, þú veist að svona er bara pólitíkin orðin. Já, allt í lagi, svona er bara pólitíkin orðin, en ég ætla samt að benda á það að hún sé orðin svona fáránleg, því að ég held að fyrir einhverjum árum eða áratugum þá hefðu menn ekki komist upp með margar þeirra fullyrðinga sem að nú eru notaðir sem megin röksemdafærslan fyrir því að það eigi að kíkja í pakkan. Með öðrum orðum, við erum komin inn í þetta sem er kallað á ensku post-truth society, þar sem að sannleikurinn er farin að skipta minna og minna máli og það er það sem að veldur mér mestum ágjum. Hvernig hérna út af því að núna er ég búin að reyna að takast við Jásena sem kom í misrauk og Þorgerður Katrín kemur meðal annars á mánudaginn. Til þín, já? Já. Þetta verður mjög spennandi. Ég er búin að vera að velta því fyrir mig hvort hún farið til Stefáns. Hann er að verða svo sár út í hann fyrir það að mæti ekki. En hérna, það eru einrök sem ég hef átt pínu erut með. Maður skjölda eininni. Já, hvað það verður slæmt við þig ef hún mætti til þín en þeir eru samt ekki farið til Stefáns. Er það slæmt fyrir mig? Já, af því að þá myndi hún telja sig öruggari hérna hjá þér og geta platað þig meir en Stefán. Þannig að þú verður að saman í þessu. Já, ég veit að það var einhverjir hérna byrjaðar yfir því. Mér var bara svo gaman að Sveinandra sko. Að ég hef ekki verið leiðilegri við hann. Nei, ég er ekki að segja þú eigir ekki að tala við fólk alls ekki, sko. Nei, ég veit það. Nei, þetta er bara, ég peppaði þetta allt. Mér finnst það líka bara, ég ætla að viðurkenna það að þetta bjargaði alveg sumrinu fyrir okkur hlaðvarpanna, sko. Já. Mér finnst þetta alveg ótrúlega skemmtilegt, sko. Og þið fenguð takmarkaða samkeppni frá RÚV og í þessu. Þó þeir séu nú búin að endurvekja silfrið til að blanda sér í umræðina. Það er enda reitt, áður en ég kem að rökkunum sem mér finnst vera góð í hérna hjá Jásenunum, að þá er eitt sem að mér finnst svolítið skrítið, þetta kemur bæði frá RÚV en líka frá Kristrúnu sem er endar bannað, ég er svo eini sem á að tala illa Kristrúnu hérna, eða ekki illum hana, en ég er svo eini sem á hnýti hana. En hérna... Já, gaggrínana. Gaggrínana. Það er ekki vel séð hjá öllum. Nei, en það er eitt í þessu. Þannig að hún sagðist alltaf að gefa þjóðinni frí frá pólitíkinni í sumar með því að leyfa þeim bara að fá bara frí frá pólitíkinni og svona frí frá þau svona argaþrasi og ég var alveg bara, heyrðu, halló, þið settuð ESB á dagskrá mitt sumar, þið er ekkert að það er enginn að fara í frí hérna. Já, aftur þetta, bara orðræðan. Ég byrjar að lesa Orwell núna eina fyrir enn. Ég veit ekki hvort það er til að leita huggunar, það er nú valla. En þetta er alveg ótrúlegt. Hvað hann hitti naglan á höfuð þannig að skrifa þetta 48-49 það sem að síðan átti eftir að gerast og hvernig menn eru farnir að endur skýra hlutina. Maður hefur nú rætt þetta á þér alltaf þegar kom einhver ný nöfn á hluti, þá veit maður að einhver verið en svo er líka bara þetta að segja fólki að trúa ekki eyrum sínum og augum í umræðum þessi mál. Til dæmis þetta, það sem ég myndi nú telja sko, grundvallar plagg málsins ef menn vildu einhver alvöru umræðu það er samningsafstaða Evrópusambandsins skilyrði ESB fyrir viðræðum við Ísland og ástæðan fyrir ég tel þetta vera grundvallar plagg er að okkur er sagt að það standi til að halda áfram með sömu viðræður byggt á því sem var búið að gera þá,
íslensk stjórnvöld voru þá búin að fallast á þetta plagg og þar pakkin opnaður. Þar liggur nákvæmlega fyrir til hvers Evrópusambandið ætlast af íslenskum stjórnvöldum og það liggur nákvæmlega fyrir hvernig þetta eigi alltaf ganga fyrir sig. Ég held að Ríkisútvarpið hafi enn ekki sagt frá þessu skjali. Það birtist í Morgunblaðinu umfjöllun það. Það hefði verið falið á síðum utanríkisráðuneytisins, þá voru engin tenglaráða lengur en menn fundu leið á því. Og Ríkisútvarpið ennþá með þessa umfjöllunum, hvað skildir nú vera í pakkanum? Með pakkan opinn fyrir fram að sig og segir ekki frá því. Því Evrópusambandið opnaði pakkan. Þessi umræða var í gangi á sínum tíma 2009-10, það kíkja í pakkan. Frasinn var til þá og var síðan að atlægi. Þannig að það kom mér á óvart þegar hann var endurvaki núna, af því þetta var svona frasi sem var síðan notað til þess að gera grínað að nálgun í þessu fólki á sínum tíma. En samt var hann endurvakin og allt ruglið var endurvakið. Nefna hvað, Evrópusambandið var á sínum tíma búið að opna pakkan og sturta úr honum á borðið. Þetta liggur allt fyrir. Hvað felst í aðild? Og svo segir mann, erum við sterkari stöðu núna, sterkari samningsstöðu. Og Evrópusambandið var að tala um þetta sem samningaverar. Þetta bara, þeir eru að útskýra hvernig þið ætlaði og hvenar að laga ykkur að öllu regluverkinu. Þannig að Það er líka skjótin inn í að ef við erum að fara inn í sömu viðræður með sama aðildarsamning sem verður þá bara einhvers konar áframhald, þá erum við samt líka að viðurkenna að okkar sterkar staða sé í rauninni ekki eitthvað sem verður vinklað inn. Hvort erum við í sömu betri stöðu eða þá að fara að taka upp sama samning. Akkurat. Ekki haft bæði einu, sko. Og eins og ég sagt, ég get vel skilið það að Evrópusambandið geti fallist á þessa túlkun af því að það fyrst var rónýtt að halda ég fram að Ísland var ennþá umsóknarríki, svo var ekki hægt að segja það lengur af því að það fundust gögn og Evrópusambandið hafði hagað sér eftir því í mörg ár að Ísland var ekki lengur umsóknarríki. Þá var fundin þessi frasi sem var kynntur til sögunar í fyrstu ferð Þorgerðar Katrínar til Brussel að umsóknin væri valid, gild eða gjaldgeng. Og ég get vel skilið sem svo það að Evrópusambandið líta á sem svo að umsóknin sem við sendum hérna 2010, notum hana bara. Þeir eru búin að fallast á kröfur okkar og þeir áttu bara eftir að gefa eftir meira í sjávarútvegsmálum og landbúnaði og svona. Fínt fyrir Evrópusambandið. En af hverju ættu íslensk stjórnvöld á saman tíma talandi um það að samningsstaðan sé miklu sterkari núna að vilja taka upp þráðina sem frá var horfið hjá Össuri og Jóhannu? Það er ekki lógist, en það er líka bara vegna þess að þau vita að það er ekki almennur meirihlutastuðningur við að ganga í Evrópusambandið. Þess vegna þarf að reyna að komast þessa hjáleið. En þá færum okkur yfir í erfimálin út af því að og fyrir ykkur sem eruð að horfa á þetta í beinu streymi, þá verðum við hérna í korter eða 20 mínútur eða svo og svo færist þetta inn á einpæling.is þar sem þið getið klárað þetta beina streymi. En ein góður punktur sem ég veist ávarinn að vera með og hann er sá að það er almenn ánægja innan Evrópusambandsins og það hafa alltaf verið einhverjir moldarbúar eins og ég og þú sem hafa alltaf verið á móti öllu sem við kemur alþjóðasamstarfi. Þannig að hvað eru þið hérna Simmi og Tóti að þykjast vera að berjast fyrir einhverju sérkennilegri túlkun af fullveldinu að tala gegn þessu þegar að öll önnur ríki geta sýnt fram að það að almenn ánægja með Evrópusambandið er 70-90%. En nei, þið eru svo miklu snillingar út af því að þið eru með einhverjar hugmyndir einhverja Draghi-skýrslu og eitthvað fullveldi og einhverja sérstöðu í Ísland og eitthvað. En ég meina, ef við myndum fara þannig inn, þá gæti það vel komið upp á hattinum að við erum bara með 90% ánægju út af því að öll ríkustu ríkin eru þau ánægjustu. Já, ok, þetta er í grófdráttum tvennrök. Byrjum á þeim fyrri. Þetta með að kannanir sýni að fólk sé ánægt í Evrópusambandinu. Þannig er allur gangur á því. Og við tökum kannanir sem að ná yfir mörg Evrópulönd, til dæmis YouGov, Gallup.
þá er allur gangur á því hvað þjóðunum finnst Evrópusambandið. Austur-Evrópuríkin sem eru nú kannski gagnrýnust á það, erfiðust við það, sína engu að síður áfram vilja til að vera aðilar. Meira að segja Ungverjaland á sínum tíma á Pólland, Slóvakía, þessi lönd sem voru í stöðugu stappi við Evrópusambandið. Þar var meira hluta stuðningur við aðildana því að hinn kosturinn var talin verri. Þar hefur fólk smá sögulegt minni og man eftir orwellíska veruleikanum. Já, akkurat. En svo nú kannski töluvert meiri andstaða við Evrópusambandið í vestur hluta Evrópu, í Danmörku, Frakklandi, Bretlandi, auðvitað sem fóru út, Ítalíu og fleiri löndum, Austurríki. En þar nálgast menn þetta sem svo þeir eru ennþá að vonast til þess að það sé hægt að laga þetta. Þeir eru lentir í stöðu frosksins í pottinum. Vatnið var bara ljómandi notalegt. Orðið aðeins of heitt núna og menn eru svona að vonast til þess að hittir verði örlítið lækkaður, en alltaf að hækka örlítið meira og meira. En menn er að bíða og vona að menn hljóti nú að fara að lækka aðeins í pottinum. Það má líka líka þessu við, þegar menn eru komnir í hjónaband, þá auðvitað tilhneigingin svo að segja, jú, þetta bara allt í fína og sérstaklega, þegar menn kannski ánægðir með að rétta á einhver fyrir úrskeiðis eins og séð og heyrt sagan kannski til marksum að það þótti ekki gott, ekki líklegt til árangurs þegar menn voru að byrtast og fórsöðu séð og heyrt og segja frá því sérstaklega hvað hjónabandið gengi vel. En það er bara svo Facebook í dag. Já, það er svo Facebook í dag, akkurat. Og þannig að menn hafa sínar ástæður fyrir því að þegar þeir eru komnir inn að vilja kannski frekar bíða og vona og sjá hvort að hlutin lagist frekar en að fara í gegnum það gríðarlega erfiða skref og í rauninu ómögulega að ganga úr Evrópusambandinu. Bretum tókst það með herkjum en það var allt gert, ekki bara af hálfu Evrópusambandsins, heldur líka af hálfu embættismannakerfisins í Bretlandi til að sabotera, skemma það allt saman. Þetta minnir svolítið á regluna í Sovétríkjunum í gamla dag. Hvert Sovétlýðveldi, Lettland eða Úkraína eða hvað sem mátti samkvæmt stjórnarskránni segja sig úr Sovétríkjunum. Það er fullan rétt til þess. En það var ekkert mælt með því að reyna það samt. Nei, þetta er eins og í 1984, það er engin lög það er engin lög sem að banna neitt, en það veit allir að það er bannað. Akkurat, og þá líður kannski flestum bara best í því að vera ekkert að rugga bátnum. Við höfum bara að vona að hlutinni lagist og reyna að vinna í þessu innanfrá. Og svo seinni hluti röksemdafærslunar, hann var það að svo margir hafi sagt einhvað neikvætt í gegnum tíðina einhvað sem að síðan reyndist allt í lagi. Þetta er náttúrulega bara fullkomin rökvilla. Því að á sama tíma hafa margir varað við og sagt einhvað neikvætt einhvað sem að síðan reyndist hræðilegt. Það er ekki hægt að bara velja að Steingrímur J hafi verið á móti litasjónvarpi eða áfengi í verslanir og svo hafi komið litasjónvarp og það hafi bara verið allt í lagi. Hann og fleiri voru kannski á móti öðrum hlutum sem betur fyrir raun gerðust ekki og hefði ekki verið í lagi. Þannig að þetta er svona dæmi umbúðapólitíkina og í rauninni eðlisinu rökvilla. En við getum leikið saman leik án þess þó að svindla eins mikið og gert með þessu. Við getum notað sambærileg dæmi eins og ég gerði þetta aðeins í upphafi með til dæmis ISEF. Þar var því haldið frammiðlega að ég væri of pirraður yfir þessu. Svona eins og þannig í silfurþættinum að mér væri of mikið niður fyrir þetta ISEF. Það er mjög gaman að skoða gömul viðtöl við þig í kringum þetta. Já. Þessu nákvæmlega. Og sagt, fyrst að nú byrja á því að halda þig fram að
þetta er ekkert mál og bara okkur ber að gera þetta og eins og einhverjir álitskjafar sem ennir leitað til, það er nú annað svona bugbear hjá mér. Akkur alltaf verið að leita aftur til fólk sem hefur mest rangt fyrir sér. Talandi þessa rökveldi sem ég var að tala áðan, hún bara ósýnileg öllum. Þegar einhver búin að hafa rangt fyrir sér í 20-30 ár grundvallarmál, þá hann alltaf kallaður aftur en ekki þeir sem hefur rétt fyrir sér. Allavega, einhverju álitskjafar fóru að tala að Íslendingar hefðu bara gott að því að borga þessar skuldir og þá kannski lærið þeir af reynslunni. Það kom aftur þetta sjálfshatur sem er svona sjálfsniðurlæging sem ég finnst svolítið ábyrrandi í tengslum við umræðan með Evrópusambandið. Og það kom aftur þetta, hvað er það þessum Sigmundi? Hann er alltaf á móti öllu og akkur er það vera svona mikið á móti þessu. Við þurfum að klára þetta til að komast áfram og til margar skopmyndir af mér og fleira, það sem að ég gerður einhverju þráhyggjumanni með þessi mál og annað sem varðaði efnahagslega endurreisn á Íslandi. En svo gerðist það svona þegar hann nærdró að menn fór aðeins að verða stressaður og segja beita hótunum beita hræðsluáróðri. Svo frægt var með kúpu norðursins og enginn myndi nokkuð tíman vilja lána okkur peninga aftur og við erum útskúfuð á alþjóða vettvangi ef við fjallumst ekki á þessar kröfur. Við gætum hvergi nálgast lánsfé, við getum ekki selt vörur, við erum bara, kúpa norðursins. Og maður reyndi að benda á, þetta virkar ekki svona. Við framleiðum hér vörur sem að menn vilja kaupa. Menn lána þeim sem þeir telja geti greitt tilbaka. Og við erum ekki að styrkja stöðu okkar með því að taka á okkur skuldir sem eru ekki okkar. Með því værum við að rústa lánsfjárstöðu okkar og möguleikum okkar til framtíðar. En þá eins og nú var þessi öllu pakkað inn í einhverjar umbúðir og síðan var óttanum bætt við og ég tek eftir að Þorgerður byrjaði á því núna. Tala einhverjar hræðilegar afleiðingar eða verið óbreytt ástand ef menn segi nei. Þannig að maður upplifir þetta allt saman aftur. Sömu viðbröðin, gagnvart mér og mínum málflutningi, sama þótt sannleikurinn hafi sýnt annað. Og svo leyfir þetta fólk sér að koma og segja, það voru nú menn á móti litasjónarpinn á sínum tíma og eru þau þá á móti Evrópusambandinu líka og munu aldeilis reynast hafa haft rangt fyrir sér. Þetta er engin rök. Heldur þvert á móti því að Evrópusambandið er ekki litasjónarp. Evrópusambandið er afturför. Evrópusambandið er spurning það að hafa af ungu kynslóðan í Íslandi, unga fólkinu og ófædda fólkinu tækifærin sem að Ísland getur veitt ef að það fólk fær að stjórna sér sjálft. Ég þetta er verið áberandi í vókinu að nú þegar að fólk er svona farið að ránkvalfa augunum þegar að svona mesta dellan ríður yfir og þá eru mjög margir út að tala þetta svo ég fá að sletta track record sem að fólk hefur sem að var bara fremst í flokki og ég stið þetta og þetta er frábært og allir ömurlegir sem er á móti þessu hann kannast ekki við þetta. Nei. Það er bara eins og þetta hafi ekkert komið það mann bara eftir því að það var hlint í litasjónarpi og einhverjir voru það ekki og þess vegna hljóti það hafa rétt fyrir sig núna þrátt fyrir allt í middeltíðinni að hafi kannski sýnt að þetta er ekki bestu spámennirnir og þetta er ekki fólk sem að er alveg með á nótunum raunveruleikann og það er stóra vandamálið okkar eins og við ræddum áðan hvað pólitísk umræða á Íslandi er orðin ótrúlega lítið háð staðreyndum. Þetta er allt farið að snúast bara frasana og umbúðirnar. Og á þeim forsendum og þeim forsendum einum ætla þau að reyna að vinna þetta núna og það með þessu útspili til að sjá. Fólk og flokkar sem eru beinlínis stofnaðir það að gangi Evrópusambandið af því að
af því það var ekki nógu mikill stuðningur við það í sjálfstæðisflokknum á sínum tíma og þetta fólk var svo sannfært að Ísland ætti að gangi í ESB að það ákveður að stofna flokkum það og verður síðan lítið ágengt og studdi náttúrulega allt sama fólki studdi tilbyrði vinstristjórnarinnar á sínum tíma og það virkaði ekki. Svo einhvern veginn sjá menn að þetta var nú kannski ekki skynsamlegt að vera að spá þetta Evrópusamband. Svo kemst þetta fólk í ríkisstjórn, ekki út á stefnum Evrópusambandið, út á það að lofa að hækka ekki skatta og einhvað slíkt. Eftir skattahækkanir síðasta kjörtímabils. Það var náttúrulega svikið og Kristrún forsætisráðherra nýbúin að segja fyrir kosningar Evrópusambandið á ekki að vera á dagskrá, við viljum ekki kljúfa þjóðina. Já, svo kemst þessi flokkur stofnaður mikilvægi þess að gangi í ESB í ríkisstjórn og knýr á það með einhverjum hótunum að verði að drífa í því að halda þessa þjóðaratkvæðagreiðslu en ákveður að stilla því þannig upp að bara við höfum ekki hugmyndum hvað felst í því að vera í Evrópusambandinu eða sækja þar og eru þið á móti upplýsingum. Við verðum að sækja til þess að sjá hvað þetta Evrópusamband hvað gerist ef maður sækir þar hvað skildu þeir bjóða okkur. Þetta fólkið, sama fólk og búið að helga sitt pólitíska líf baráttunni fyrir því að koma Íslandin í Evrópusambandið og telur svo að það geti talið almenningi trú það að þetta sé nú bara spurningum að leita tilboða. Sjá hvað í boði. Evrópusambandið búið útskýra þetta virkar ekki svona. Það vita allir í öllum Evrópuríkjum. Öll stjórnvöld vita hvernig Evrópusambandið virkar og hvaða aðildarumsóknum Evrópusambandið nema við erum með stjórnvöld hér á Íslandi sem hafa svo litla trú á eigin þjóð að þau telja sig geta sagt henni að það að sækjum aðild að Evrópusambandinu sé alls ekki spurningum það hvort við viljum gangi í Evrópusambandið. Það sé bara spurningum að sjá hvað Evrópusambandið býður okkur. Það er ein góð spurning. Ég fekk nefnilega, eins og þú sérð ég fekk alveg fáránlega margar spurningar út allt. En það var einn sem komið til góða spurningu sem er svo, hvað þarf að gera svo að Simmi segir já við ESB eða myndi vilja ganga þar inn út af því að núna vitum við alveg að það er mjög mikil þróun, það sem að núna í dag eru kallað einhverjir fasistaflokkar sem að eru bara svona hefðbundnir skynsamir íhaldsmenn fyrir 10 árum. Það er orðið fasistaflokkar í dag eða öfgahægri eða hvað sem þeir vilja kalla þetta allt. En núna er samt nokkuð ljóst að þeir muni líklega taka sér allavega einhvers konar stöð innan Evrópusambandsins. Að sjálfsögðu Evrópusambandið búið að stofna af þessi svo gríðarlega að þeir eru búin að verja að fólki sem er þar inni veri náttúrulega sína stöðu með kjafti og klóm. En til sá veruleiki þar sem að flokkar sem eru áþekkir miðflokknum núna að vaksa fiskur hrygg að þið mynduð hugsanlega vera tilbúinir að ganga þannig? Nei, eðli Evrópusambandsins þyrfti bara að gjörbreytast. Ég er mjög hlynntur og hef alltaf verið alþjóða viðskiptum og alþjóða samstarfi á sem flestum sviðum og Ísland á í mjög miklum alþjóða samskiptum og viðskiptum. Ég held að séu fálönd ef nokkuð sem eru með fríverslunarsamninga við eins mörg lönd og Ísland. Og þá höfum við gert í mjög mörgum tilvikum gegn aðildina EFTA en einnig bara tvíhliða samninga. Við höfum líka gert eins og fræktir tvíhliða samningum varnarmál, alls konar menningar samninga og slíkt með öðrum orðum. Já, hafrétta samninga og bara nefndu það. Öðrum orðum við erum með sæti við borðið mjög víða. Sætum okkar myndi stór fækka ef við gengjum í Evrópusambandið. Við viljum miklu frekar vera sjálfstæð þjóð með sæti við fjölmörg borð víða heim heldur en koll út í horni í Brussel hjá Evrópusambandinu. Og svoleiðis að Evrópusambandið þyrfti að breytast að því marki að það væri ekki lengur til þess fallið að hindra tækifæri þjóða til samskipta við lönd utan Evrópusambandsins og væri ekki lengur að reyna að ná yfirráðum, pólitískum yfirráðum
yfir aðildarlöndunum. Því það það sem sambandið að gera núna og eins og einhver sem ég man nú ekki, hvað heitir einn af fórspörkum Evrópusambandið sinna á sínum tíma orðaði það, sko, Evrópusambandið þróast með krísum. Þegar maður verið að benda á byrju, þetta gengur ekki vel hjá okkur, við verður einnig krísun í aðra. Þá sagði hann, já, en þannig þróast Evrópusambandið að því að hver krísa gefur okkur tækifæri til að auka vald Evrópusambandsins. Og það stefnan hjá samrunasinnunum eins og Guy Verhofstadt sem var heiðursgestur á landsfundi Viðreisnar og útskýrði nú fyrir þeim þar hvernig að Evrópusambandinu virkar og sagði þeim að hætta að tala einhverjar undanþágur. En þau létu eins og hann hefði ekki sagt þau orð þótt þau hafi klappað og staðið upp og stappað á fundinum. En allavega til að svara spurningunni þá svarið þetta að Evrópusambandið þetta breytast í slíkum grundvallaratriðum að það væri ekki lengur Evrópusambandið og hvað sem að liði einhverjum sérlausnum í sjávarútvegi eða jafnvel í landbúnaði og þar hafa nú menn ekki talað um neitt meira en norðurskauta landbúnað sem að gefur Finnum og Svíum tækifæri til þess að styrkja sama af eigin skattfé. Jafnvel þótt að væri sérlausnin þar þá stendur hitt eftir grundvallaratriði aðild að Evrópusambandinu felur í sér að Evrópusambandið, ekki aðildarlandið, hefur æðsta vald á sviði löggjafar, framkvæmdarvalds, dómsvalds og utanríkisstefnu. Og það óásættanlegt fyrir Ísland, land sem að nú, eins og menn þekkja, mjög fámennt, mjög lítið, en hefur einhver síður náð stórkostlegum árangri eftir að það fekk réttin til að taka ákvarðin út frá eigin hagsmunum. Þá langar mig að færa okkur yfir í hælisleitendamálin sem að verða mjög sérkennileg bæði hérlendis en ekki síður í Evrópusambandinu. En áður en við gerum það að þá getið þið farið inn á einpæling.is þar sem þið getið hort á þetta í beinni en án áskriftar þurfið þið að bíða eftir því að sjá hvernig þessu vindur fram. Þannig að takk kærlega fyrir að hlusta á streymið í opu en við höldum áfram á einpæling.is en